Líf, hvaða bátur var það? Líf, það var síldarskip sem Guðmundur Pétursson átti, útgerðarmaður. Og hann byggði húsið í Brekkugötu 31, stórt og fallegt hús. Og Geir? Og Geir, ég var á honum þegar ég var 14-15 ára. Svo er hérna Helga. Já, Helga, hún var smíð í Englandi 1874. Anna? Anna var smíð á Akureyri. Og Henning, hann var smíðaður í Noregi, 1800 og eitthvað. Pabbi var á honum á Hákalli. Á Henning? Já. Kristján? Þarna er Kristján, ég var á honum þegar ég var 14 ára. Já. Þetta er nú... Kolbeinn ungi? Ég var á þessum. Straumey, já. Það var töndudöfla slegðari. Já. Enskur, það var smíðaður í stríðinu. Langanes. Já. Og Gestur. Þetta er svo síðast þegar ég smíðaði. Já. Og Hjaltirinn. Já. Þú verið henni. Var afi á einhverjum af þessum bátum? Ja. Var afi á einhverjum af þessum bátum? Hann var á Hjaltirinni og Brís og Kristjáni. Já, Brísir hérna. Já. Og Þingri, hann var ekki á henni. Nei. Og Gylfanu, ég var á honum við 3 ár. Já. Eirík. Eirík, þetta er síðasta skipið sem var gert út á Háfell. Og þetta er bara 6 skúta sem ég smíðaði sem er hérna niður frá. Það er ekki einu sinni að það séu til myndir af þessum skipum. Nei. Ég bara smíðaði þetta er minni. Já, ég veit. Það er náskotið vel að þessu vikið, Sem maður er raunverulega alinn upp með þessu. Já. En hvernig maður fór af hérna áður fyrr. Það voru einhver peningar til en það fékkst náttúrulega lítið. En það kvartaði enginn. Ég man aldrei eftir því að fólk kvartaði þó að þetta einhver peningar. En þegar við vorum að róa heima, þá komu náttúrulega fólk þess að fá í svoðu. Það var aldrei látt sér þetta í huga að selja mann í svoðu. Já. Heima, sko. Nú þessi menn kannski þeir komu þá og hjálpaði manni til þess að setja eða eitthvað í staðinn. Já. En það þekktist ekki að selja heimahúsi í matinn. Það líka var það steinbyttur og ísa sem voru nú ekki útflutningsvara þá. Já. Það var ekkert mann að gera en að gefa hann í svoðu eða henda hann í. Ísan líka? Ja. Og ísan? Og ísan, já. Akkur vildi fólk ekki ísuna? Ja. Hvað þóttu mönnum? Sko, hérna, það þýtti ekki að salta hana því það voru nú engin íshús komin og það þýtti ekki að salta hana, hún gekk ekki. Það gekk ekki til útflutnings salt nema saltaði þorskur. Ekki steinbyttur og ekki ísa. Maður var bara að geta það eða gefa það í svoðu. Já. En það er munað um hann á útflutning að það hefur fengist að gott fyrir hann. Sko, svo fór útflutningurinn að koma eftir stríðið. Já. Þá var allt saman hirt gallaskottur og hvað sem var. Já. Við stóðum á veturnar á hérna Akureyri og seldum upp úr þessum bát. Já. 20 ára kílóið. Já. Svo hann var að kaupa fisk hérna fyrir mörg 100 krónur kílóið. Þetta eru bara eittir tímar. Já. Hvað lengi sem þetta getur gengið, ég held að tæknin hún riði þessu öllum koll.
og svona, ég held að við höfum lifað bara mjög, bæði eins og með þú hefur fengið að lifa bæði mjög erfiða tíma og mjög góða tíma. Já, maður lærði margt á þessum, vesælu tíminn þannig, svona 1930. Já, en þú heyrir samt ágætlega ennþá? Já. Þú heyrir þokkalega? Nei. Nei. Ég heyri í það. Já. Og það alveg hávaði sem ég heyri og það ekki, það greinir ekki orðin alveglega. Þetta fékk ég frá forstjóranum, hann afhenti mér þetta þegar ég fór. Já. En ég veit ekki til þess að nokkur annar starfsmaður hafi fengið kveðju frá forstjóranum. Nei, við ekki, þetta gott. Þetta gott. Skipasmíðastöðundina. Ég lenti í kvikmyndatökum. Já, ég man eftir því, með Magnús Ólafssyni. Já, það var nú svona hálfskrýt. En símar það er allir orðnir með þetta. Ha? Það er allir komnir með þessa síma. Já. Og ég get hort á sjónvarpið í þessu. Já. Og á fréttinar og veðrið og það er svona landakort í þessu, þannig að ég get séð hvar ég er staddur og hvert ég á að keyra ef ég er að fara eitthvað. Sko, það er engin lærdómur í sambandi við þetta. Jó. Nema bara, það? Já, fólk verður það. Hefurðu lært nokkuð af þessu dóti? Nei, það bara kemur bara svona í mann einhvern veginn. Já, ég veit ekki hvað að tala um lærdóm en það þetta gagnast við margt. Já. Þetta gagnast við margt og en svona breytist þetta, svo verður fólk líka háð þessu. Já. Þú ert ekkert í frímerkjabransa, er það? Nei, en í gömlum seðlum. Ha? Ég hef verið í gömlum seðlum. Já. Já, það er svona, það er ekki öll vitleysan eins. Nei. Það er það ekki. Já, þessi tækni er skemmtileg. Já. Hún er orðið skemmtileg þessi tækni. Svo. Já. Og nú er ég að lesa Morgunblaðið í símanum mínum. Já. Nú get ég lesið Moggann í símanum. Það er voða þægilegt, sko. Já, það. Já, það er alltaf anskotin til. Já. Já. Við erum að koma úr röðri, við hér. Og hérna fengum ágættan fisk í þessi röðri, svo sem við förum bara beint á þess að koma við heima eða setja fiskinn í land. Förum bara beint því að það vissum að það væri markaður setja partina daginn. Þegar við hérna erum að fara úr fjörunni þá er hindri land sem þeir Valli og Baldi að koma fyrir þangan. En svo þegar við komum inn eftir, þá fórum við upp í matsölustæðina til þess að reyna að selja. Þá segja þeir að það hafi komið maður frá Hjalteyri og þeir hafi keypt af honum. Þegar við komum úr röðrinu þá sáum við það kemur bíll niður brekkuna heima. Heyrðu, annar bróðurinn hleypur upp í bílinn og fer með hann inn eftir og var það undan okkur að hlaupa á kaffihúsin eða matsölustæðina til þess að selja. Sko þetta var keppnin. Já. Af því að þeir voru aðeins á eftir og við hefðum sko sýnilega fengið allan markaðinn. Það kom bíll þarna, fólksbíll og hann hljóp upp í hann og inn eftir. Sko þetta var keppnin.
En sjálfur fengum við ekkert fyrir allt þetta dót. Nei. Að borða og búið. Já. Ég man eftir því einu sinni að þeir vorum að fara að vakna til þess að fara í róður svona þrúleiti á nóttunni, það var frosið landið í kofnum í þessum við sváfum. Sko það var mikið meira en það. Já. Þetta var svona kuldasull. Já. Þetta er orðið breytt veðurfar núna. En svo var annað, svo mátti ekki vera logn og gott veður. Hvað skeiði þá? Þá fraus fjörðurinn. Já. Sko það var svo mikið vatn sem kom úr Hörgá og hinum meginn við fjörðin þarna utan við Laufás. Sko vatnið sem var komið, það var svo fljótt að frjósa. Því það var engin selta í því náttúrulega. Og hérna, ef maður lenti í ís, þá bara skar ísinn sundur bátann alveg leið. Við lentum einu sinni í þessu og við áttum setja alls konar rusl framan á hann og allt sem við höfðum létum við fram í bátinn til þess að fá sjóinn til að gúlpa svona upp áður en hann lenti á bátnum. Þá komu sko hérna alda inn til hann framan sem lyfti ísnum og brotan. Þegar maður var búinn að láta stinguna svona niður. Þetta var gatt verið hættulegt að lenda í ísnum. En þetta einhvern veginn böglaðist þetta áfram. Já. Bjóst þú einhvern tímann í Bragholti? Sko þetta er svona timburhús. Já. Og hérna það er byggt inn í baðstofuna. Hún er svona í laginu svona þversum fyrir endan af húsinu, baksíðuna. Og þar voru svefnplássin og suðurhúsin kallaði var að það var hérna gluggi og hérna var hjónaherbergið og hérna en sko það var nú ekki eftir að ég man eftir að jú og það var það maður skrítið sem skeið í þessu húsi á kvöldin þegar maður var háttaður þá heyrði maður alls konar svona þrusk og lagði hlusturna við, það var fyrir dregið eitthvað eftir loftinu á hérna baðstofunni sem var hérna svona á bakvið húsið. En þegar maður athugaði betur þá voru þetta rottur. Sko það var af því að það var bíl á milli svo baðstofunnar í loftinu, hún var klædda niðan í innanverðu en torfið ofan á. Svo myndaðist holrúm á milli og þarna voru lofturnar. Og þær voru að draga alls konar drast svona eftir þækkinu. Framkvæmdir hjá þeim? Já, það voru ekkert vitlausar. Og það er á bakvið þetta hús, er eldhús og búr sem voru svona hérna hluti af baðstofunni og einu sinni er ég staddur í eldhúsinni, það var hérna megin og búrið hérna megin. Þá sé ég það kemur rotta lappandi eftir ganginum og inngangin en í sama bili kemur kötturinn upp úr búrinu og stekkur upp á ganginn, stekkur á loftuna. Hvað heldur hún gerir? Nei. Hún var bara svona leið grútmáttlaus og hreyfði sig ekki. Kötturinn klóraði í hana svona með löppinni og hún alveg steinduð, hreyfði sig ekki. Það labbaði kötturinn í burtu.
þegar hann komið hæfilega langt í burtu, það sprettur rottan upp og hleypur í burtu. Sko þetta var þarna bjarga á sér á þennan hátt. Já. Og annað skipti sem ég komst í kynni við þær, það virtist horfa eggin, eitthvað af þeim heima. En það var, hendurnar voru þarna í kofa sem áfastur og eldhús. Ég var látið að fara upp á þessa bita og liggja þar og átti að bíða og vita hvort það væri einhverjir sem kæmu og stæla í honum. Þegar allt var orðið hljótt, þá koma 2 rottur. Hvað er það að gera? Önnur þeirra leggst á eggið, veltir sér á hrygg og hinn drefur hann burt á skottinu. Já, ég skal segja þér það, að það vantaði ekki tæknina. Sko, í þessi 2 skipti, þarna bjarga hún sér, fyrst kötturinn og svo tók hún eggið. Þetta helja mikið hús og það var gengið inn hérna og í gegnum þetta hús og inn í baðstofuna sem er á bakvið. Og hérna í forstofunni var stór steinn og hérna þar var svona fata og blikki. Á þessum steini voru barðir hausar og ryggir og reytt í rollunar. Hefur maður gefið þetta. Það virðist geta þetta mjög vel. En upp á loftinu hérna sitthvorum megin, þar var hálffullt herbergi af hausum og hryggjum, hörðum, sem var geymt handa kindunum, sko, þetta hefur maður gefið þetta. En þetta var allt nýtt svona. Og meira að segja það, að landuðu fólkinu, ekki lygilegt. En það var safnað í tunnur, og þessar tunnur stóðu í eldhúsinu. Þetta var 12 eldhús og hátt undir loft. Og það voru 4 eða 5 tunnur sem var þarna og hlandinu safnað í. En hvað var gert við það? Já, hvað var gert við það? Það var þvegið úr ullin á vorin. Sko, ammoníakið sem myndaðist í hlandinu. Sko, það er reisefni. Og það var gert annað við það. Það var notað þegar krökkum og fullorðnir voru þvegnir úr hausinn. Það var látið landsamið við vatnið. En hvernig fóru þeir að því að taka því lyktina? Hvernig gerðu það? Það var töng, svona löng sem var notað til að taka glóðarköggla og svona hausinn upp úr. Þá hvarf lyktin. Sko þetta er tækni út af fyrir sig. Og glóðarkögglarnir settur út í landið? Var það settur út í landið? Já, þetta lyktin fór af þessu, sko, þegar taka glóðarbóla og rekka á henni, vatni. En svo voru krulluskæri, notuð á kvenfólkið, þá voru svona bylgjur. Og þau voru hitt á eldinu, en það mátti ekki brenna hárið. Þá notuðu bara fingurinn svona til þess að við pröfa hvað væri heitt. Svona. Svo voru járnir rekið í hárið og svissa svona á. Þá komu bylgjur út, anskoti fínt. Það kom að og fengu hlandi í flösku fínu frútnar. Það er margt breytt.
En þarna kom það að það voru allir hlutir nýttir. Já. Það var engu fleygt. Nei. Það var allt notað. Og það gekk upp allt saman. Og hérna í þessum enda á húsinu var verkfærageymsla. Það var steðji og sög og hefill og sem var þarna og hefilbekkur. Það var allt, sko, gert allt heima. Já. Ljáirnir, þetta er barðir á steðjanum. Já. Og svona. Það var þannig sög sem að hægt er að strengsög, helviti mikil svona, og það var hægt að saga sko hring með henni. Já. Það var allt smíðað heima. Já. Það er ekki þótti gott í dag. Kettlingar, það voru 3 vinnukonur, hefðu hérna, mér minnir að það kosti 18 krónur í kaup yfir árið og 8 afgang. Já, það er rétt eins og núna. Sko þær spunnu hérna ullina í 3 eða 4 liði. Sumt var notað í nærföt og annað í sokkablokk og vettlingar. Og 3. var notað í til þess að vefa úr því klæði því það var til vefstóll þarna stór. Það var ofið á vetturnar. Það gerðu kallarnir. Já. Úr þessum þræði sem að vinnukonur voru búnar að hérna spinna. Og það var mismunandi gróft eftir því hvað það átt að fara. Sumt voru í nærföt og annað í yfirhafnir og hitt í rúmföt. Já. Það þýtti ekkert að klóra sér undan því, þetta var svona. Já. Já.